Já, við ætlum að bregða okkur til Bretlands, þar sem spenna í pólitíkinni eins og hefur verið bara mörg undanfarin ár. Guðmundur Auðunsson hagfræðingur sem býr í London og við köllum hann fréttaritara samstöðurinnar í London. Þetta velkomin. Takk fyrir kjalla. Já, við höfum rætt ýmislegt meðal annars mögulega stofnun sem verður af flokki Jeremy Corbyn og Sultana. En það sem hefur gerst eiginlega síðan við rættum saman síðast var að græningjarnir kusu sér nýjan formann, Jack Polanski, sem sótti eftir umboði til þess að breyta flokknum töluvert og taka upp svona það sem maður gæti kallað sósíalíska efnahagsstefnu. Og það sést strax í könnunum að sá flokkur rýkur upp. Það nú mismunandi eftir því, en í sumum könnunum hefur hann verið með meira fylgi heldur en verkamannaflokkurinn. Og kannski eðlileg spurningar þarna eru græningjar búin að stela þrumunni eins og sagt af Corbyn og Sultana og Your Party. Að mörguleyti má segja það. Það sem að gerðist það að það var ákveðið uppgjör innan græningjaflokksins að græningjar höfðu svona ákveðna svona millistjættar suðaustur, suðvestur hluta Englands ímynd. Svona einhvers konar róttækari, þetta er nokkuð gamall flokkur, var stofnaður á 8. áratugnum upphaflega en náði svona aðeins á stað á 9. áratugnum en hefur verið svona einbeitt sér mest af umhverfismálum en verið alltaf með frekar róttækar skoðanir róttækar skoðanir svona efnahagslega en megin áherslan á umhverfismál og flokkurinn náði fyrst þingmönnum 2010, þingmanni og eru núna með 4 þingmenn. Ekki með formaðurinn ekki þingmaður en það var svona ákveðnilegt uppgjör sem gerðist hérna hjá græningjum. Það var kosið á milli formanns, Jack Polanski var annars vegar í framboði og hann vildi keyra á svona harðari vinstri stefnu í bland við umhverfismálin og leggja áherslu á efnahagsmál sem lykilatriði frekar heldur en að sjá allt í gegnum grænglerugu umhverfismála og vill líta á að umhverfismál séu hluti af efnahagslegu og félagslegu samfélagi sem við búum með, umhverfisvandamálin séu hluti af efnahagslegu og félagslegu vandamáli sem við búum við. Og já, má segja það, þau séu afsprengi, mörguleyti afsprengi af einu kapitaliska hagkerfi á móti svona hinum klassísku græningjum sem voru gegn honum og sem vildu svona halda áfram á þeirri línu sem þeir höfðu verið, að leggja fyrst og fremst áherslu á umhverfismál, halda áfram að byggja upp í sveitafélögum þar sem að þeir hafa náð ákveðnum árangri og hafa verið lengi að byggja upp. En Jack Polanski, svo skemmst þeirra frá að segja, að hann vann með yfirburðum og meðal annars má rekja sigur hans til mjög öflugrar upplýsingarherferðar sem minnur margt á það sem að Mandami í New York borg keyrði. Hann var með mikið af TikTok-vídeóum og svona herferðir á netinu og náði mjög mikið vel til ungs fólks. Og síðan hann var búinn að ná ákveðnu svona kjölfestu áður en hann var kosinn formaður en sérstaklega eftir hann var kosinn formaður að þá náði hann ákveðnu leyti, hefur hann haldið áfram þessari herferð og hefur meðal annars komið sér inn í ýmis svona gamanþætti á panela og fleira og verið að bara reyna að búa til ákveðna ímynd. Og þetta hefur gert það að verkum að ungt fólk sem að sérstaklega en líka margir vinstrimenn sem eru mjög óánægðir með verkamannaflokkin að þeir hafa fylgt sér að baki honum og hann hefur sópað svona upp þetta mikla óánægjafylgi sem að auðvitað Your Party ætla sér að einbeita sér að og
því svo ég komi að svari eftir hann ranga inngang að spurningunum má segja hann af ákveðnu leyti stólið þrumunni frá Your Party. Sú flokkstofnun hefur svona gengið í gegnum ýmsa örfuleika þannig að hann hefur fengið freka frítt spil, það voru svona deilur innan flokksins og það er búin að ganga verið svona fæðingarhríðirnar hafa verið langar og flokkstofnunin hefur dregist. Nú er stemt að stofnun flokksþingi í lok nóvember, þannig að það fer að koma að því. Þannig að stutta svarið í þessu langa svari hjá mér er einfallega það að það má segja hann hafi stólið þessari hugmynd það að það sé hægt að vera með valkost vinstra megin við verkamannaflokksins sem hefur fært sig langt inn á miðjuna ef ekki inn á hægri miðju á þessum tíma sem þeir hafa verið með stjórnvald. Það sem líkt með Mamdani og Polanski að þeir stilla auðvaldin upp á móti almenningi. Þetta sé svona valdabarátta það hver eigi að fá að móta framtíðina. Og þeir stilla sér báður upp sem svona höfuð andstæðing Trumpismann sem væri þá reform í Bretlandi. Það þannig með Polanski að hann stilli sér upp á móti sem eiginlega raunhæfi valkosturinn gegn reformpartí Nigel Farage? Jú, það er nákvæmlega það sem að þeir hafa gert. Það að þeir keyra á mjög græningjar hafa alltaf verið mjög framfarasinnaðir þegar kemur að félagslegum málum og voru lengi í svona farabroddi til dæmis í baráttu fyrir með mannréttindum með jaðarsettra hópa löngu áður en það komst í tísku. Þannig að hann ekkert að slá af því en það sem er svona nýja vít sem að kemur að hann að reyna að höfða til ekki bara út frá félagslegu svona sem andreform eða andtrumpisma heldur líka efnahagslega eins og þú sagðir réttilega að stilla upp svona andkapitalísku, hann talar ekki mikið kapitalisma en hann stillir upp ákveðnuleyti svona andkapitalískri stefnu og segir að vandamáli sé óréttlæti í samfélaginu sem að leiði meðal annars til annara vandamála, þar með vandamál þegar að kemur að grænum málum. Og hann vil setja þetta allt í stórt samhengi frekar en það að græningjar höfðu ákveðna svona stimpil af sér að þetta væru svona millistéttaflokkur hjá fólki sem að væru umhverfisinnar og væru illa við og vildu vera vinir allra og þessa ímynd hann svona að reyna að berjast gegn og vill breikka kjörþokka og stuðning við flokkin með því að færa sig meira yfir á efnahagslaust vídd. Þá að við búum við umhverfisvá og við búum við lífskjarakreppu sem að rekja má til sama hlutar sem valda ójafnvægið í samfélaginu þar sem að 1% eða 0,1% hefur tekið öll völd og skilið almenning eftir valdalausans og ég reyni að láta þetta svona ríma við margt af því sem að var í kosningabaráttu Mamdani. Nákvæmlega og það má mörguleyti segja það að sko hann vera með svona herferðir á netinu og þennan vingil auðvitað mörguleyti ekki nýtt en það svona ákveðin ferskleiki sem finnst bæði hjá Mamdani og hjá Mamdani og hjá Zach Polanski og svo hefur hann líka eins og borgarstjórinn nýkjörni í New York að þeir hafa báðir líka stilt sér stíft upp sem baráttumenn gegn þjóðarmorði og baráttumenn með málstað Palestínumanna. Ólíkt Mamdani að Zach Polanski gyðingur af gyðingaættum, pólskum gyðingaættum frá Manchester. Þannig að hann kemur líka eins og Mamdani frá minnihlutahópi
og nær til fólks meðal annars vegna þess. En hver þessi maður, Zach Polanski? Hann var einu sinni í Frjálslynda-flokknum, hann var einu sinni vann við það við dáleiðslu. Þessi maður með svolítið skrítinn og óhefðbundinn pólitískan bakgrunn? Hann að mörgu leyti, þar hann ólíkur Mandani. Mandani það að sko, hann hefur verið svona furðufugl svolítið og virðist svona, ég veit það ekki, hann svona, manni dettur í huga hann hafi svona, nú segi ég þetta án þess að þekkja til, en það svona ber ýmislegt með sér að hann hafi verið svona barn hippa sem hafi verið svolítið svona óhefðbundum skoðunum. Hann var stundar dáleiðslu og var meðal annars reyndi að sagðist að hann gæti stækka brjóst hjá konum í gegnum dáleiðslu aðferðir og hafi verið mikið gert grín að þessu og hann hefur nú svarað þessu mjög vel, sagt það og þetta hafi verið svona bernskubrek sem hann hefur farið í gegnum. Líka það að hann hafi farið í gegnum Frjálslyndaflokkin, það líka flokkur sem hefur margt sameiginlegt með græningjum. Þetta millistéttaflokkur sem mjög félagslega frjálslyndur og hefur látið málefni jaðarsettra sig segja, en stóri munurinn á þessum tveimur flokkum hefur það að græningjar og sérstaklega nú undir Polanski hafa verið miklu róttækari þegar kemur efnahagsmálum. Frjálslyndir eru svona miðhægri flokkur þegar það snýra efnahagsmálum, þó þeir keyri svona miðminstri stefnu í norðrinu og svona miðhægri stefnu svona jack of all trade í söðrinu. Já, þannig að þegar þú talar í félagslegu málum að þá það kannski svona menningarlegu málin frekar heldur en félagslegu sem að getur þá verið efnahagsleg mál verið sósíalisminn á heima þar. Já, þetta menningarlegt, það eiginlega betra orð heldur en að taka upp enska orðið þegar það tala social issues, það í raun og veru, þetta í munum þrengra, þetta meira menningarlegi þættir sem verið og þetta kemur inn í þessar umræður menningarstríð og sjálfsmyndarpólitík, identity politics og græningjar hafa meðal annars verið svolítið gagnrýndir fyrir það að þeir séu svona hafi verið áður en Polanski kom, að þeir hafi verið svona ekki einsmálsflokkur heldur það að veri nokkur svona síló innan flokksins, segja við erum með stefnu A, B, C og D en það við vantar þessa heildstæðu efnahagslegu sýn sem Zach Polanski færir inn í flokkin. En hvað gerist þegar að maður kemur inn og kosinn formaður með svolítið afgerandi stefnu? Það fylgist fólk að flokknum, það margir sem hafa gengið í hann, ég held að við komið yfir 100.000 manns sem eru félagar í flokknum sem þykir vera mikið á breskan mælikvarða, en ekki á sama tíma einhverju sem að vildu að græningjarnir væri áfram svona eins og þú nefndir áðan, vinir allra, væri ekki með svona ögrandi málflutning í efnahagsmálum, væri að vinna að umhverfismálum með fyrirtækjaeigundum og auðvaldinu og öllum sem að vildu taka einhver hænuskref í áttina að góðum árangri. Já, þessar raddir voru þetta áberandi vegna þess að það voru þessi átök á milli, en vegna stórsigurs Polanski að þá hafa þessar raddir þagnað, þessi svona grænþvottar raddir sem að græningjar voru oft sakaðir og ég held að ástæðan fyrir því að græningjar hafa farið svona mikið upp í stuðningi skoðanakönnunum og eru núna orðnir stærri heldur en verkamannaflokkurinn, komnir upp í 18% með verkamannaflokkurinn í 16%. Reform ennþá langstæðstur í þessum skoðanakönnunum, íhaldsflokkurinn hruninn. Það sem að gerir það verkum að þeir hafa komist upp fyrir þetta 5-10% stuðning sem að þeir hafa lengi verið á það að vegna það hefur alltaf verið ákveðin hópur sem að vinstri mönnum með stóru vaffi sem gátt ekki hugsa sér græningja áður vegna þessara svona grænþvottar
svona vissi-vossi vinur allra, bestu vinur allra og reyna að bæta samfélagið svona í gegnum svona hænufett eins og þú sagði. En þessi hópur núna virðist vera að fylgja sér að græningjum, en inn í þessum skoðanakönnunum, vegna þess að Your Party hefur ekki verið stofnaður, það gæti breyst. Pólitískt kæmi mér ekki óvart að hluta af þessu fylgi sem græningjar að mælast með myndi mælast á Your Party, en ég held að það gerir það að verkum að það verður nær örugglega kosningabandalag á milli Your Party og græningja, gæti verið og að þeir bjóði ekki fram gegn hvor öðrum, sem að getur skipt alveg gífurlega miklu máli, og það verður auðvitað ákveðin togstreita þarna á vinstri vægnum, hver fær hvað, so to speak, það að segja, og skoðanakannanir hafa auðvitað mikil áhrif og fjöldi flokksmanna, eins og bendir á að þá hafa græningjar farið úr 30.000 félagsmönnum yfir í 100.000 á örskamum tíma, þannig að það hefur, en það voru samt bara 20.000 mann sem kusu Polanski, sem voru félagsmenn í græningjaflokknum, en samt 20.000 af 30.000 félögum, og þannig að það hefur, hann hefur greinilega náð þarna inn á eitthvað svona zeitgeist í samfélaginu, þannig að fólk farið að hlusta mikið á hann, og hann orðið, hann hefur náð í gegn svolítið inn í hérna almennu fjölmiðla umræðu þar sem græningjar voru algjörlega týndir áður. Já, það í Frakklandi gerðist það til þess að koma í veg fyrir yfirburðasigur þjóðfylkingarinnar sem með svona 30-33% fylgi, en í þessum einminniskjördæma kerfum getur leitt til þess að þú farið bara 60% þingmanna, og þá var búið til bandalag svona frá miðju og vinstri og svona nokkuð út á vinstri kantinn til að koma í veg fyrir það, og það tókst, þannig að þingmanna fjöldi þjóðfylkingarinnar var miklu nær að vera í takti við það sem raunverulegt fylgi þeirra var. Þetta við eigum ekkert svona sögur raunverulega margar í Bretlandi, þannig að það þarf eitthvað svona að ganga á til þess að flokkarnir sittist niður og skipti á milli sín kjördæmunum, og til þess að það virki, til þess að með hvernig skoðanakannanir í dag, þar sem að Farage stundum með svona 33% fylgi, sem gæti leitt til 67% þingmanna ef að ekki verður búin til einhver svona bandalag á mótunum, að til þess að ná að stöðva þetta þannig að Farage fái bara sín 33% þingheims, að þá þyrfti helst að bara verkefnaflokkurinn að vera með í þessu, og ég fyrir frjálslyndir demokratar. Þetta ekki alveg svona einfalt vegna þess að fylgið það þarf fylgireform tiltölulega lítið í borgun, þannig að þeir eiga mjög erfiðleikum. Þeir gætu hins vegar unnið sæti í borgunum eins og þetta benda á 25% fylgi ef að vinstra fylgi skiptist í 2 eða 3 hópa, þannig að það alveg ljóst. Ég á voða erfitt með að sjá það að það verði gert bandalag með verkamannaflokknum. Ég get vel séð fyrir mér að slíkt bandalag milli Your Party og græningja myndu geta ákveðið að bjóða ekki fram þar sem vinstri sinnaðir þingmenn verkamannaflokksins í framboði. Það eru kannski 50, 60 eða 40, 50 sem eru svona alvöru vinstrimenn sem í þingflokkunum. Sumir af þeim, sérstaklega ef það næst svona frekar öflugt kosningabandalag, svolítið í frönskum stíl, frá svona vinstri kratisma yfir og til vinstri, jafnvel svona miðjukratisma ákveðnuleyti, ekki hægri kratisma. Macron til dæmis var hægri kratisminn í Frakklandi. Það gæti vel gert að verkum að sumir af þingmönnum sem eru núna í verkamannaflokknum munu hoppa yfir. Það á eftir að koma í ljós, sem ég finnst ólíklegt að þeir geri það fyrir en að nær dregur kosningum.
Það eru einhverjir sem hafa komið yfir, ekki þingmenn heldur fyrir utan Söru Sultana, að þá hafa sveitarstjórnarfulltrúar einhverjir komið yfir til Your Party, en það verður verið frekar lítið af því. Og líka græningja, maður að lesa það, ég svo sem finn ekkert hvaða fólk þetta einhverjir sveitarstjórnarmenn í Wales og svona sem að ganga á verkamannaflokknum yfir í græningja. Já, já. Það er frekar nýtt að það hafi gerst vegna þess að það var mjög sjaldgæft að menn færu úr verkamannaflokknum yfir í græningja áður fyrr. En ég hef verið að skoða kannanir og ég veit ekki alveg að því að þeir skipta þessu yfir í svona 10 svæði og raunverulega lönd eins og Skotland og Wales og Norður-Írland þá sér, en svo varstu þarna með Midland skipt í tvennt og Eystrið og Suðrið skipt í tvennt og eitthvað fleira, og ég er að skoða hvaðan hvert eru græningjar að sækja, og það kom mér mjög óvart að þeir eru helst að sækja raunverulega í fátækari byggðunum. Hlutfallslega sókn þeirra ekki mest í borginni, þó að það sé kannski flest atkvæðin í sjálfum sér, að þá eru þeir bara komnir yfir 20% í svona svæðum þar sem að maður hefði kannski fyrirfram séð að yrði bara átök á milli verkamannaflokksins og Reform, að þar eru þeir búin að gera sig svona gildandi, og meðan við fortíðina sem þú ert að lýsa, þetta þótti vera svona frekar millistéttarlegur umhverfisflokkur, að þá það ævintýralegur árangur. Það er alveg rétt, og þetta kemur einmitt nákvæmlega inn á það sem að ég var að segja, að hann hefur náð að breikka út komast út fyrir þessa millistéttarýmynd. Það var ákveðnuleyti, það var svona, sko einn af þingmönnunum er frá Norfolk, einn af þingmönnum græningja er frá Norfolk, og Norfolk var á svona, þetta var íhaldsþingsæti sem að hann tók, og þeir hafa alltaf verið með ákveðna leyti eins og frjálslyndi flokkurinn hafa alltaf getað aðeins fært sig inn í svona, eins og maður segir, ekki endilega stærstu borgirnar. Þeir eru reyndar með þingmann í Bristol, en það er mikið að segja, það er stúdentaborg, mjög ungi kjósendur, og Brighton, sem er með, þannig að þeir eru með í stórum borgum líka þingmenn, en hinni tveir eru svona meira rural þingmenn. Og ég held að það sé mörguleyti rétt sem þú ert að segja, að þeir eru að ná inn á svæði sem að sérstaklega þessar svona milliborgir og svæði sem eru svona á riðbeltinu, og það er alveg nýtt hjá græningum, og það er fyrst og fremst held ég vegna óánægju með verkamannaflokksinn, og Zach Polanski hefur gert hana ákveðnuleyti að valkosti meðal verkafólks sem að hann hafði kannski ekki verið áður. Þannig að það gengur verr aðeins og eins og bentir á inn í stærstu borgunum, vegna þess að þær eru þar. Ég sé fyrir mér í kosningum að í stóru borgunum að getur orðið mest held ég átökin milli Your Party og verkamannaflokksins, vegna þess að bara sögulega koma þessir flokkar úr öðru umhverfi heldur en græningjar koma frá. En þetta er mjög athyglisvert þetta með þessar, að þeir virðast vera að ná ákveðnu fótfestu, sérstaklega það sem Reform hefur verið að ná styrkleika. Já, en ekki frá Reform, maður sér engin merki þess. Nei. Reform er ennþá með í þessum fátækustu héruðunum bara með 40% fylgi, sem er náttúrulega ævintýralegt, en maður séð að þeir eru að beila að taka fylgið af verkamannaflokknum, og þá kannski eftir að koma í ljós hvort að styrkur þeirra mælast yfir 20% í þessum stöðum, hvort að það nægi til þess að ná svo atkvæðum af Reform, sem er bara eitthvað sem á eftir að koma í ljós. En þetta skilur verkamannaflokkin eftir. Það er ákveðnuleyti held ég vegna þess að þetta fólk upplifir sig sem svikið. Verkamannaflokkurinn þurrkaði upp þessi þingsæti í seinustu kosningum, enda unnu þeir, en ekki með miklu það var ekkit mikil svona, óánægjan var þetta til staðar, en þetta var mörguleyti, menn voru að kjósa verkamannaflokksins, já, það var ekki betra í stöðunni, en það er mikil óánægja með þetta. En það sem þú kemur inn á, sem er mörguleyti athyglisvert, vegna þess að
Verkamannaflokkurinn hefur verið rosalega hræddur við að vera að tapa gífurlegu fylgi til Reform. Það er ekki rétt ef þú rýnir í tölurnar. 5-10% af fylgi maximum Reform kemur frá fyrrum kjósendur verkamannaflokksins. Fyrst og fremst er þetta út af hruni íhaldsflokksins sem að Reform er að ná þessum árangri. Auðvitað, 5-10% er ekkit svona algjörlega til að hlæja en að það er miklu meira að verkamannaflokkurinn er hruninn og fylgið hans hefur eiginlega farið aðal í 3 áttir. Mælast aðalega 2 núna. Það er til græningja sem að langstæsti hópurinn hefur farið, það er greinilega óæðnaði vinstri, 10 år partí sem er ekki komin á blað vegna þess að það er ekki búið að stofna, og svo til frjálslynda flokksins sem er svona meira hófsamari fólk sem er líka hundáðanætt með Starmer, og það kemur sérstaklega inn á held ég fólk sem er svona miðjusækið, segjum efnaðslega, en er mjög óanægt við þessa svona daður við rasisma og sem að þau finna fyrir eitthvað hjá verkamannaflokknum, og líka þetta fólk er oft kannski mjög harðir stuðningsmenn Palestínu og gegn þjóðamorði, og frjálslyndi flokkurinn hefur líka staðið þétt með Palestínumönnum, þannig að frjálslyndir eru ákveðin valkostur fyrir þetta miðjufólk sem að er mjög óvanægt sérstaklega á þessum sviðum. Það sem að geri það verkum er það að fylgið óánægju fylgi sem er hrunið að verkamannaflokknum er að dreifast í raun og veru á 4 flokka, minnst á Reform, en hinar 3 líka, þannig að það dreifist miklu meira. Menn horfa á oft skoðanakonur að Reform er að fara upp og verkamannaflokkurinn niður, að það sé eitthvað beint samband þarna á milli. Þetta er auðvitað miklu flóknara dæmi. Já, og það er eitt sem að þegar ég var að skoða kannanir sem ég held að fólk verði að hafa í huga, að þeir að skoða þeir sem ekki kusu síðast, og það var ekki verið að tala þá sem að voru ungi til að kjósa, því að Reform sækir sáralítið fylgi þangað, að það voru 65-70% þeirra sögðust að kjósa Reform, sem að mér sýnist að sko skoðanakönnunarfyrirtækin taka svona misjafnlega á þessu, og mér sýnist þess að YouGov taki tillit til þessa, sem að skilnar umbótaflokknum aldrei með meira en svona 26-7% fylgi, að ég held að taki tillit til þess að þeir sem að hafa ekkert verið að kjósa undanfarið og lýsa óánægju sinni í könnunum með þessum hætti, að þeir eru kannski ekkert líklegri til þess að kjósa, þó að maður gæti svo sem ímynda sér það að þarna væri búið að finna leið til þess að fylgja þeim á kjörstað sem ekki hafa kosið hingað til. En þá held ég að þeir sem er að fást í skoðanakannanir segir bara já, sjáum bara til með það sko. Þannig að það er... Þetta er alveg rétt. Það hefur alltaf verið ákveðin hópur af fólki sem er að gefa sér mikið fram á Reform núna, fólku sem hefur verið inaktív sko politist. Og það er svona gremjan hefur verið að byggjast upp. Og þetta fólk er að gefa sér ákveðinu leiti fram á Reform. En svo er það annar hópur sem að skiptir alveg gífurlega miklu máli, að yngra fólk, að það er mjög ólíklegra til að kjósa heldur en eldra fólk, sögulega. En það hafa verið ákveðna dæmi þar sem að þetta er breytt. Það eru mjög athyglisverðar kosningar þar sem að þessar tölur breytast, og kosningarna 2017 að þá kusu ungir sem aldrei fyrr, og það var Corbyn áhrifin. Í kosningunum í New York fyrir Mamdani var það að hafa miklu meiri kosningaþátttaka heldur en hafði verið síðan 1969 þegar það var almennt kosið, bara allir kosu almennt, og bara að taka sem dæmi, hann var með yfir 1,1 milljón atkvæða með rétt rúmlega 50% atkvæða, meðan að Adams, sá sem er fráfarandi borgarstjóri, vann með 67% atkvæða senast og fekk innan við 500.000 atkvæða. Þannig að það er alveg gífurleg aukning á kjósendum. Bandaríkin eru auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri að það hefur verið mjög erfitt að fá fólk til að kjósa þar, og Bretland er aðeins skárra, en það er samt, þannig að þetta getur virkað. Ég held að næstu kosningar, þingkosningar í Bretlandi, að það eigi eftir að aukast töluvert kosningaþátttaka.
Hverjir græða mest á því? Ég held að ég geti sagt þeir sem tapi mest á því eru klassísku flokkarnir, Íhaldsflokkurinn og hérna verkamannaflokkurinn. Herðu, þessi staða, hún náttúrulega hefur áhrif á alla flokka sem að fyrir eru, að til dæmis Íhaldsflokkurinn hefur reynt að taka tilliti til vaxtar reform og núna verkamannaflokkurinn sem hefur svolítið verið að elta reform, haldið að þeir gætu sett svona einhverjar stíplur til þess að hindra atkvæði sem að flæða frá verkamannaflokknum til umbótaflokksins sem að þú segir að sé stórlega ofmetið, en þeir eru náttúrulega í svona svolítið sérstakri stöðu eftir að hafa verið í svona leiðangri að færa sig til hægri bæði í efnahagsmálum og svona menninganlegum málum og mjög gagnrýnt fyrir afstöðu sína til Gaza, að þá eru þau komnir með mjög virkan flokk vinstra megin við sig og þá kannski Keir Starmer komin í svipaða stöðu og hvað hefur að segja, Guðrún Hafsteinsdóttir sem að þarf að verjast á báðar hendur, að það erfitt að móta einhvern veginn skýra línu það hvers svona flokkur þetta ef það eiginlega betri kostur vinstra megin við þig og betri kostur hægra megin við þig og samt hefur maður heyrt svona, og ég náttúrulega bý ekki í Bretlandi og bara að lesa blöðin, að mér heyrist eins og Keir Starmer sé að reyna að finna einhver takt í þessari stöðu. Hann var til dæmis bara í gær eða fyrradag að kvarta yfir því að rasismi væri núna orðið stórt atriði í breskri pólitík og honum fannst það bara ómögulegt en ég man ekki betur en hann að vilja vera að setja rasism á dagskrá fyrir svona einu ári, að þannig að hann að reyna að finna einhver svona leið hvernig verkamannaflokkur getur unnið sig út úr þessari stöðu sem það og hann mun náttúrulega, það öðruvísi verkamannaflokkur sem ætlar að sækja á umbótaflokkin eða sem ætlar að sækja á græningja eða jórparti. Já, þetta alveg rétt, Starmer er auðvitað tækifæri sinni dauðans. Hann með mikið ídeológum í kringum sig og hann valdi hægri ídeológa sem var mikið af fólki sem var kringum Blair á sínum tíma og þeir kenning þeirra, þessara Blairista og nýblairista eða Starmerista, getum við kallað, þó það sé nú erfitt að kenna einhverja arm við tækifæra sinna eins og Starmer, það að vinstri menn muni alltaf skila sér heim. Þeir verða óánægðir, en þegar það kemur að kosningum, þá muni þeir alltaf kjósa okkur. Við þurfum að elta miðjuna og hægrið og til þess að halda völdum. En með þessum uppgangi bæði Green Party, græningja við þetta og líka það sem við getum séð hjá Your Party og þá stemningu sem var allavega í kringum það þó það sljákkaði aðeins í henni, að núna virðist vera ákveðin hræðsla. Það má sjá það til dæmis að gagnrýni á Ísrael jókst hefur aukist seinustu mánuði. Það ekki lengra síðan en það er ár síðan að Starmer sagði það í fréttaviðtali sem var ekki hægt að skilja öðruvís en að það væri réttur Ísrael að svelta fólk til dauða í Gaza. En tónninn hefur aðeins breyst, þeir eru að reyna að spila báðum megin. Það gerir bara verkum að þeir í raun og veru allir verður óánægðir með það eins og oft þegar þú ert að spila, en þessi klemma sem hún bendir réttilega á með það að verkamannaflokkurinn nú í fyrsta sinn í raun og veru í hættu að tapa stórfelldu fylgi til vinstri. Þetta segja að verkamannaflokkurinn hefur klofnað áður. Það var þegar að þá fóru miðjumenn úr flokknum og það leiddi meðal annars til stórsigurs á Thatcher 1982, ein af ástæðunum, en á ekkert allt of mikið fylgi, kringum 40% fylgi, vegna þess að fylgi á milli klofna. En það hefur aldrei verið svona alvöru valkostur vinstra megin við verkamannaflokkin fyrr en nú.
Já, eitt sem að þegar maður er að horfa á þetta úr fjarska þá er ég svolítið hissa yfir því að ekkert af stóru skoðanakönnunum fyrirtækjunum hefur gert könnun þar sem að Your Party er inni. Það hafa verið gerðar einhverju könnun svona gætur hugsaðir að kjósa þennan flokk sem er náttúrulega alltaf ómark. Það er eiginlega spurning svona auki vöruframboð. Viltu að sé í boði tannkrem með bláberjabræði? Þú getur sagt já við því en þú myndir aldrei kaupa það. Mér finnst það svolítið skrítið að ekkert af stóru fyrirtækjunum af því að það margt sem bendir til þess að þetta sé fyrirbrigði sem að mun raska raunverulega fylgi allra annara flokka. Mér skrítið að ekkert af stóru fyrirtækjunum hafi raunverulega gert könnun þar sem að Your Party er stillt upp sem valkosti. Þú getur að gera það bara alltaf, þú getur bara gert það annars slagið til hliðar við hinna kannanir. Ég hef bara ekki fundið þessar kannanir sem eru marktækar. Nei, þetta er alveg rétt vegna þess að mikið af þessum könnunum eru jafnvel sérpantaðar, þar að segja að þær hafi sem að sína getur hugsaðar að kjósa Your Party, þar sem að er verið að sérstaklega einbeita sér að því. Vonandi breytist þetta eftir að flokkurinn er formlega stofnaður. Flokkurinn er auðvitað með fleiri þingmenn en græningjar. Hann er með sex þingmenn sem held ég hafa gefið sig allir upp á því. Og sem að voru allir, Sara Sultana var kosin fyrir verkamannaflokkinni, hinn voru kosnir independent, þar með Jeremy Corbyn að sjálfsögðu. En svo er líka, sem að fara aðeins í samsæriskenningar hafin sem er svolítið í tísku, og það er, sko, samsæri eiga sér stað, þó að samsæriskenningar séu oftast bull, en að sumir myndi segja að þetta væri með vilja gert af stóru fjölmiðlunum sem hafa aldrei verið annað en sko bara hostile, sem að noti ennst orð gegn Corbyn og öllu því sem hann kemur nála. Og þannig að ég held að það sé hluti af skýringunum hvers vegna svona kannanir hafa ekki verið gerðar. En varðandi stemmingunni kringum Your Party, að það var náttúrulega ágreiningur sem kom þarna upp á yfirborðið og kannski engi skildi almennilega og datt svolítið svona stemmingina því að svona hreyfing er viðkvæm upp á traust og ef að helstu forystu fólkið er allt í einu byrjað að deila einhverja peninga eða eitthvað þess að þá tapar það trausti. En er ekki, að því að þú hefur nokkur einsinn inn í svona vinstri helming stjórnmálanna í London, er ekki svona þær raddir fannar að vaksa sem að segja sér svo viljið ekki bara leyfa græningjónum að taka þessa þrumu og ég meina væri ekki næra að þið myndu bara styðja þá í því, í staðin fyrir að við förum að taka áhættu að dreifa kannski sem er 20% fylgi í tvennt sem að geti enda með því að það séu bara 6%. Það er líklegra að eitt stór valkostur nái að safna til sín og það skiptir náttúrulega meginmáli í einmenningskjördæmakerfinu. Ég hef ekki orðið mjög var við þessar raddir. Ég skal segja hvers vegna. Að það er ákveðin það er löng hefð fyrir svona róttækum sósíalisma sem hefur aðalega verið innan verkamannaflokksins. Þá er ég ekki að tala um flokka utan verkamannaflokksins eins og sem geta verið sæmilega sterkir á ákveðnum tímum, svo kommunistaflokkurinn 4. áratugnum og sósíalíski verkamannaflokkurinn hefur alltaf verið til staðar, sem er svona trotskístaflokkur, fyrir utan svo smábrot, sérvisku smábrot, að það hefur alltaf verið róttæk undiralda innan verkamannaflokksins sem að, og þá er ég að tala um mjög róttæka, sem að mann birtist meðal annars, má rekja meðal annars til Nye Bevan sem stofnaði National Health Service, stofnaði heilbrigðiskerfi og Tony Benn var auðvitað, Michael Foot, Jeremy Corbyn og fleiri hafa verið svona kyndilberar þessara vinstri stefnu. Þessi sögulega vinstri hreyfing er nú verist vera að kljúfa sig út úr verkamannaflokknum og ég hef voðalega erfitt með að sjá þessa hreyfingu færa sig yfir í græningjaflokkin vegna það eru margar sögulegar ástæður fyrir því, ákveðin hræðsla við það að þetta sé bara tímabili að þó að
Zach Polanski og fólki í kringum hans sé að segja réttu hlutina þegar kemur á efnahagsmálum, að þá sé alltaf hætta á því að þetta breytist í einhvers konar að græningjar verði eitthvað svona að þeir myndu kannski líta til dæmis til þýskra græningja og segja að þeir eru orðnir sko bara algjörlega bitlausir og þó þeir hafi byrjað svona vera svona róttækar efnahagsstefnur að þá hafi þeir gersamlega svona orðið bitlausir. Þannig að ég held að líklegra til árangus að þeir vinni að byggja upp hreyfingu ákveðnilegt sem eiga margt sameiginlegt en ákveðnilegt á öðrum mismunandi forsendum, græningja með sína rætur og sína sögu en hafa fært sinn á efnahagsviði sterklega, meðan að Your Party myndi sækja frekar inn í þessa róttæku línu sem búin að gangi gegnum hefur alltaf verið til staðar innan verkamannaflokksins. Hins vegar það algjört sjálfsmorð ef að þessi flokkar færu síðan í stríð hver við annan og beðu fram til dæmis hver gegn öðrum í kosningum. Ég held að það yrði algjört stríð. Nei, og það langur tími sem hafa að vinna úr því að svona öll óbreytt það var ekki kosið fyrir 2029 og verkamannaflokkurinn hefur mikinn hag af því að fresta kosningum eins mikið og hægt en það náttúrulega mikil degla í stjórnmálunum og það erfitt fyrir eins og Keir Starmer að halda völdum þar sem hann nýtur mjög lítils trausts meðal almennings og flokkurinn hans komin niður í 15% í sömum könnunum og það náttúrulega grefur undan möguleikum flokksins að ná fram einhverjum breytingum. Hann óvinsælasti leiðtogi verkamannaflokksins allavega í langan tíma. Hann meir það sem að gera það líka að verkum það að það eitt sem að verður held ég fyrsti prófstefnin að það eru á hverju ári eru sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi í maí og það verður frekar stórar sveitarstjórnarkosningar í næsta vor. Meðal annars verða kosningar í Skotlandi og Wales. Verkamannaflokkurinn eru frjálsu falli í Wales og þar held ég að geti komið ákveðnuleyti og það mjög líklegt að Your Party og græningjar ætli sér ýmsa hluti í þessum kosningum. Og það getur orðið held ég fyrst í alvöru prófstefnin á hvernig flokkarnir eru að ná til kjósenda. Já, Guðmundur, takk fyrir að fylgja okkur í gegnum það deglu sem að bregst stjórnmál eru eins og stjórnmál eiginlega í öllum okkar heimsluta. Við lifum upplausnan tíma í stjórnmálunum, það að vera til ný stjórnmál. Kæra þakkir. Takk fyrir kærlega og ég hlakka til að koma hingað næst. Alltaf gaman að koma á samstöðuna. Þakka kærlega fyrir. En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli hér eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.